Og svo kemur næst biblíusaga. Af hverju eru biblíusögur í þetta? Er þetta biblíubók, kristinbók? Nei. Sko, við erum andlega verur og við þurfum að lifa andlegu lífi. Og ef að þú hugsar til þess, þú hugsar hann Júlla og hann hringir í þig. Þú hugsar hann Stellu og svo hittur hann í kringlunni. Og þú ert svona fást við eitthvað og langar að sjá eitthvað og það kemur beint fyrir framan þig. Og það er svona vísbendingu það að þú sést tengdur andlega. Þannig að þeir sem að tengjast ekki andlega og eru alltaf hérna út allt að fá sér eitthvað nýtt svona og gera og kaupa, að þá er þetta svona svolítið oft eins og við séum bara að fylla tunnu sem er með gati sem að bætist ekkert í. Biblíusaga Nikodémus þegar þekkingin tapar valdi sínu. Nikodémus var maður með svörin, kennari lögmálsins, virtur fræðimaður. Hann þekkti textana, túlkanirnar, reglurnar. Hann vissi margt Guð en eitthvað vantaði. Innra með honum lifði spurning sem þagnaði ekki. Hvar er Guð í þessu öllu saman? Hann bað ekki útskýringu heldur nærveru. Eitthvað staðar áður en hlutverkin festust við hann og vaninn harnaði í skél, hafði verið kyrr staður innra með honum. Næturfundurinn. Hann hélt af stað til Jesú að nóttu, ekki af ílsku, heldur vegna þess að hann var ekki tilbúinn að spyrja í dagsljósinu. Það er auðveldara að vera klár í birtu en heiðarlegur í myrkru. Í myrkrinu þurfti hann ekki að vita. Jesú sagði ekki, þú hefur rangt fyrir þér, heldur, sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Jóhannesarguðspjall 3:3. Orðin féllu ekki sem ásökun, heldur sem opnun. Nikodémus skildi þau ekki, en í fyrsta skipti þurfti hann ekki að skilja. Þegar þekkingin verður farvegur. Innra með honum hreyfðist eitthvað. Ekki með rökum, heldur með því að sleppa. Nikodémus sá smám saman að Guð býr ekki í kerfum, heldur í straumi. Þekkingin sem hafði verið skjöldur varð að farvegi. Varveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettur lífsins. Orðskviðni 4:23. Hjarta sem hættir að stjórna verður að stað þar sem lífið fær að renna. Þegar maðurinn kemur fram, síða við Golgata kom Nikodémus aftur. Ekki í skjóli nætur heldur í dagsljósinu. Án varnar, án útskýringa. Ekki sem fræðimaður heldur sem maður. Sársökin sem hann bar var orðið meiri en ótti við breytinguna. Hann bar myrru og ali og smurði líkama Jesú og þar í hljóðlausri athöfn fann hann ekki fleiri svör heldur tengingu. Og þetta er svolítið gaman að skoða maður sem veit allt og hefur öll svörin og mér finnst upplýsingar svo ofmetnar en upplifanir svo vanmetnar. Og þegar ég hugsa mitt líf að þá leitast ég við upplifunum sem breyta minni líðan. Og ný persónleg reynsla gefur þér nýtt í persónleikan og það eru svo margir sem eru í vandræði með sjálfan sig. Þú veist, það er alltaf verið að fara í nýtt mataprógram og alls konar prógram og námskeið og setja sér markmið og fyrir mig er það þannig að ég hef svo mikið tilfinning að vera að markmið eru bara mjög óheppileg fyrir mig. En sumir ná svona svolítið góðu reynsli og það gengur í svolítinn tíma og svo hætti það að ganga. En svo eru sumir sem eru svona með þannig hugsnið að þeir eru bara einhvern veginn alltaf þar og það gengur. En það var góður maður sem sagði við mig, hann sagði allur árangur sem ég hef ég náð með rútínu. Og það sem ég leitast við að gera það er að búa til kerfi, bara kerfi sem virkar og svo æfi ég mig í því. En ef við skoðum spurningana frá honum Nikodémus, hvað heldur þú að Nikodémus hafi verið að leita að? Hefur þú spurningu innra með þér sem þú er ekki svar við?
Já. Og það er svolítið góð spurning að spyrja sig þessi núna. Hvaða spurningu væri gott að fá svar við núna?